Á haustdögum gaf félag eldri borgara í Þingeyjarsveit út óvenjulega símaskrá, ekki með símanúmerum nútímans, heldur símhringingum allra bæja þegar gamli sveitasíminn var og hét. Söfnun símhringingana og vinnsla símaskrárinnar stóð yfir í 4 ár, en í ritinu má líka finna ýmsan fróðleik símstöðvar sveitarinnar. Það var náttúrulega síminn laugður hér til lands 1904 og kemur í landi Seyðisfirði og svo lagður hingað vestur og leiðinni suður. Og þá fara að koma símstöðvar á þessari leið og til dæmis, svo ég haldi mig nú bara við mína heimabyggð, að þá var símstöð hér á Breiðumýri. Og síðan hélt það áfram að það voru býsna margar símstöðvar sem voru á leiðinni hér í gegnum Þingeyjarsveit. Og fyrstu árin þá var bara símstöð, það var bara sími á Breiðumýri og þar var símstöðarstjóri og í hann var hægt að hringja og hann kom svo orðum og það var hægt að fara þangað og hringja. En þegar var svo farið að leggja símann sveitirnar, þá var það þannig að þetta voru bara línur sem voru lagðar og svo út úr þeim heim á bæina. Þannig að á einni og sömu línu gátu verið ótal margir bæir og einhvern veginn þurfti náttúrulega að vera hægt að gera grein fyrir því í hvert var verið að hringja og hverjir voru að hringja á milli sín, þannig að hver bær fékk sína hringingu sem kölluð var. Og það voru það stuttar og langar hringingar sem að var ofið saman og á mismunandi hátt. Símhringingin í Vallakot var til dæmis 2 stuttar og 2 langar, en allir bæir á sömu línu heyrðu þegar hringt var í einhvern af hinum bæjunum. Það gati verið töluvert ónæð af símanum sem glumdi í tíma og ótíma. Jú, þetta gat verið alveg óskaplega þreytandi og stundum var maður að breiða handklæði eða eitthvað yfir símann til þess að reyna aðeins að draga niður í hávaðanum. Og hann var líka yfirleitt staðsettur þannig að það heyrðist vel allt húsið þegar það hringdi, ekki mátti maður missa af símtölunum. Og þetta gat verið mjög lýjandi. En það voru ekki bara hringingarnar sem heyrðust alla sveitina, því hægt var að hlera samtölin sem framfóru í sveitasímanum og var það afar vinsæl iðja. Fólk hér í einni af þessum sveitum sem að var ekki í sambúð heldur fjárbúð. Þau byggu sitt á hvoru heimilinu, gat hvorugt eiginlega farið frá sínu gamla heimili en þau voru sem sagt hjón eða áttu börn saman og þau töluðu saman í síma. Og þá fóru allir að hlera hvað væri nú að gerast. Svo þau ákváðu að klukkan þetta skulum við fara bæði í síman. Við skulum ekki hringja, þá veit enginn af því að við erum þannig að þá getum við talað saman að það nokkur heyri. Og það var þessu sem reyndi að fara fram hjá þessu líka. Margar spaugilegar hlerunarsögur eru til frá tíma sveitasímans og segir Aðalbjörg að það hafi verið gantast með það hvort félag eldri borgara í Þingeyjarsveit þurfi ekki að gefa út framhaldsrit af símaskránni, það er að segja með sögum úr símanum. Þetta sem sagt orðið mjög breytt í dag, símamálin. Er eftirsjá af þessum tíma samt? Nei, það er það ekki. Er þá kannski að einhverju leyti, að sumu leyti. Það var sko, ef maður þurfti að skjótast, við skulum segja bara til Akureyrar, þá var maður oftast búinn að finna einhvern sem var að fara til Akureyrar bara í símanum. Nú vitum við ekkert og nágranninu sé að fara til Akureyrar svoleiðis að þetta var svo sem þetta var eins og þetta var svolítið eins og bara Facebook eða eitthvað svoleiðis að maður nú slær maður opnar maður Facebook og sér hvað menn eru að gera.